Herru, verið hjartanlega velkomin hingað í Tjarnarbíó á þessa sýningu Gúrkutíð. Þetta spunasýning sem þýðir að við erum að búa til allt á staðnum. Við notum svona einhverja kveikjur samt til þess að búa til spunan okkar, en að öðru leyti er þetta algjörlega óæft efni. Það er ekki svona löng pása þegar ég tala, þá þið bara öskra sá þegar getið. Vel gert. Herðu, ég ætla ekkert að tvínóna við þetta lengur. Það fyrsta sem við ætlum að gera er sett sem heitir Í fréttum með þetta helst. Gjörið þið svo vel! Ég búinn að taka saman svona helstu fréttir síðasta mánaðar og setja saman í svona lítið sjó og við ætlum að skoða þessar fréttir, þau hafa ekki séð þessar fréttir áður allavega vita ekki hvað ég er búinn að taka saman og við ætlum svona að kryfja aðeins og svo gerum við spunusinnur út frá því. Þannig að getum við fengið fyrstu frétt? Já, einmitt, óveður í október, þetta var í lok október þannig ég ætla að taka þetta með í nóvember. Þetta var svolítið svona samfélagið fór á hliðina. Það sem var svona fólk var að halda fram væri að þetta væri svo full snemma fyrir Ísland en við búum náttúrulega á Íslandi þannig að það er svona kannski erfitt að halda því fram en hérna sem sagt það var appelsínugul viðvörun í rauninni sem var spáð það var mikil snjókoma, það voru að koma inn myndir á samfélagsmiðla þar sem fólk var með svona mælistikur ofan í snjónum og hérna eitthvað svona 40 núna í Grafarholtinu og hérna 50 hér í Lágmúlanum eitthvað og áhugavert hvað margir breyttust í vísindamenn á einni nóttu. Já, algjörlega og hérna og svo hvatti lögreglan fólk til að vera heima fólk fylgdi því ekki fyrsta daginn og fullt af árekstrum og það hvatti fólk aftur til að vera heima daginn eftir og fólk fylgdi því ekki og aðeins færri árekstrar en ennþá fullt af árekstrum daginn eftir. Margir sem fóru út á sumardekkjum. Já, það var svona helsta vandamál. Já. Mikið af heimsku fólki. Já, einn af þeim er ég. Já, algjörlega. Ég held að það hafi eitthvað með svona jákvæðinni, að við séum ofjákvæð og bjartsýn. Við heimska fólki erum ofjákvæð. En við erum alltaf jafn hissa þegar fyrsti snjórinn kemur. Á Íslandi, alltaf kemur að manni algjörlega óvart. Fórst þú út eða? Ég fór út. Ég festi mig bara samstundis. Einar sko... Nei, það hefði verið betra ef ég hefði fest mig samstundis, en ég komst eitthvað smá áfram. Leit vel út. Já. Þannig að ég var of langt frá þegar ég festi mig. Já, einmitt. Þannig að ég fekk hringingu frá Geinari sko og ég vissi strax hvað málum þetta var. Ég hringdi að sjálfsögðu Mána og Máni sagði já, ég er nú reyndar hérna að reyna að losa bílinn minn. Þannig að hann var fastur líka. Smá, já. Já, einmitt. Ég keyrði á Hellu og var að vinna þar. En ég festi mig ekki, en það var kannski heimskastur, þegar ég fór lengst. Á sumardekkjum? Nei. Það hljómar reyndar eins og þú sért ekki heimskur eða þú festið þig ekki. Nei, en ég fór út, ég hunsaði fyrirmæli lögreglu. En það er eitthvað, það áttum ekki verið heima. En er eitthvað búinn að velta fyrir sér hvernig þessu lögreglumennum líður bara, þú veist? Þegar fólk fylgir ekki fyrirmælum. Já, það er eitthvað svona fyndið hvað lögreglumennir hafa verið svona, bara svona svekkt. Já. Það fóru allir út. Ég er búinn að sjá fullt af myndum og við vorum að segja þeim að fara ekki út. Það eru allir úti að taka myndir af sér. Og ég sagði mjög skýrt, við sendum út tilkynningu, mjög skýrt. Og voru samt allir út og það pælir enginn í því hvernig okkur líður. Já, sko þú ert náttúrulega lögreglustjóri hérna í Reykjavík. Já. Og hérna þetta er bara, þú veist, safe space hérna. Já. Ég er dómsmálaráðherra náttúrulega. Ég veit það, það sem kom ég til þín út af því að mér fannst þetta mjög skýrt og ég bara hélt einhvern veginn að í ár myndi fólk hlusta. Fáðu sæti. Hérna er, Hæ. Ég ætlaði bara að láta ykkur vita að ég festi bílinn minn fyrir utan, þannig ég fór út. Þannig að það kemst ekki út af bílinn. Hefur þú pælt í því hvernig mér líður núna? Hefur þú velt því fyrir þér þegar ég sendi út tilkynningu? Ég settist niður í gær fyrir framan tölvuna mína og ég skrifaði post, please ekki fara út!
Mér langar líka bara að þú fyrst viðurkennir tilfinningar hennar. Já. Og svo langar mér að fá svar við því hvort þú sért að biðja dómsmálaráðherra að hjálpa þér að losa bílinn. Já, þínar tilfinningar eru valid. Nennirðu aðeins að hjálpa mér að færa bílinn. Hann pikkfastur, hann kemst enginn út af bílinn. Kristrún, þú sért forsætisráðherra. Þá ertu ekki með beint boðvald yfir öllum hinum ráðherrunum. Heyrðu, ég bara... Kristrún, þú átt að vera fyrirmynd! Sorry! Kristrún! Sorry, ég þurfti að fara á, kaupa nammi. Kristrún! Ok, hvað meinar þú ætlar að yfirheyra mig? Ég bara... Já, ég ætla ekki að segja þér hvar ég faldi stolta bíli. Ég segja ekki, mér sama hvað tilfinningaríkur og eitthvað passaðu tilfinningarna mína. Ég fokkin þjófur og ég fíla það. Já, en ég meina þú þarft að velta þig fyrir þér, skilur. Ég mætti hérna í vinnuna mína í dag og ég hef ekkert von á þessu, skilur. Kannski gefa mér smá tilfinningalegt svigrúm til að velta þetta. Farðu aðeins út. Já. Hvað er þetta eitthvað ný taktík hjá okkur? Já. Það leiðalögga og mjög leiðalögga. Já, komdu aftur með leiðalögguna. Mér finnst þessi mjög leiðalögga alveg frekar. Kemur eitthvað illa í mig. Við erum búin að vera að segja í mörg ár að ekki stela. Og þú steli og þrýma. Virkar þessi aðferð ekki örugglega? Þessi stoltaði bílnum mínu fyrir í dag. Æðisleg frétt, þetta eiginlega einu uppáhaldsfréttunum mínum. Þetta sem sagt, ríkislögreglustjóri fær ráðgjafa sem ein kona hjá fyrirtækinu Indra til þess að innleiða kerfi sem heitir Lean á vinnustaðnum. Og eins og ég skil það þá þetta alveg töluvert mál að innleiða Lean. En það sem gerist að þessi ráðgjafi fer að verða svolítið heimakominn hjá ríkislögreglustjóra og fyrir að leysa bara svona alls konar verkefni fyrir ráðuneytið, fyrir umboði eins og að fara í Jysk, eða rúmfattalægurinn, og finna stað fyrir píluspjald og eitthvað tengt flokkunarruslatunnum sem ég man ekki alveg hvað var. Þannig að þetta fer svona aðeins út fyrir sviðið, þetta kemst upp, ríkislögreglustjóri ákveður að í staðinn fyrir að þessi manneskja sé verktaki og búin að borga fullt í verktakagreiðslu, þá leiður spurð út í þetta mál af hverju búin að borga fleiri milljónir í þessa mannesku, þá ráðuðu hann sem starfsmann akkurat til þess að svona cover their tracks eins og maður segir. Og fyrir þetta verður smá svona hittamál, Sigga BK segir af sér og 90 og... Eru þið á svona first name basis? Já, Sigga BK, vinkona mín. Algjörlega, og 98% landsmanna eru sammála því að það sé góð hugmynd. Þannig að þetta þetta litla mál. En hún var eitthvað fyrst svona með aðra pælingu, hún var eitthvað svona, nei, við bara stöndum við þetta. Já, sko, hún vill meina að Lean sé bara það stórt verkefni að það ekki það mikill peningur að innleiða. Er það tau? Nei, þetta svona, ég held að þetta sé verkefni að stjórna. Þau hafa verið í bómull og að færa sig Já, og þetta stórt mál. Það ekkert grín að breyta. Það þarf að fara í... Þeir eru ráðgjafa að breyta þessu. Það þarf að fara í rúmfattalægurinn. Einhvern sem þekki rúmfattalægurinn. Þetta eitthvað svona tölvukerfi, eða ekki? Já, Mér finnst þess að þetta sé eitthvað svona... meira eitthvað svona hugmyndafræði sem gengur út á að skera niður óþarfa í rekstri. Það það, já. Það hljómar eins og þú veitir nákvæmlega hvað þetta Já, þú veist, ég veist þetta... En það sem þegar þú settir þetta svona upp, sko, þá eiginlega datt mér leið svona eins og hún hafi verið að innleiða Lean, en svo einhvern veginn farið að búa til einhvers konar man cave fyrir lögregluna. Eitthvað svona píluspjald. Og endurvinnslu ruslatunnur. Já, það, sko. Gaurar elska það. Trust me. Já, herðu, nú ég búin að vera að dunda mér við hellinn fyrir þig og nú ég búin að vera að vinna í hvað, 3 klukkustundir, þannig við erum komin upp í 3,4 milljónir. En ég ætla bara að sýna þér fyrst og svo þarf ég að drífa mig yfir í næsta, ég ætla að velja bómull. Ertu með býtu 1,1 rúmlega á klukkutíma? Já, þetta var í samningunum þegar ég sendi það á þig áður en þú lesst mig Ég vissi að ég átt að lesa samningin. Já, svona eru menn oft, lesa ekkert.
samninga. Jæja, hérna erum við með svona... Hei, gauðra, komið inn maður! Pínuspjall! Ég að segja ykkur að loksins leiði kettlingi mér að setja upp man cave! Ég er með plast! Flokkunarkerfi! Já, þetta er sko... Hei, rólir! Þetta er ekki bara plast. Nei. Skilur, það er plastir, það eru margar tegundur af plasti, það eru 3 plasttunnur hérna. Fuck maður. Já. Shit, heyrðu, ég þarf að rífa hérna og setja í svona pappaplast. Nei, fröðplast. Byggingaplast. Harðplast. Ekki kalla flöðplast aftur pappaplast. Stráka. Þú ert svo hálum ís. Okay. Þú ert bara alveg kettling, maður. Já. Hei. Setur þú mjólkurfernuna í pappa með plasttappanum á þér? Hvað með það? Hei! Hann er ekki svilli. Ég er alveg þá vinur ykkar. Nei! Þú hálum ís. Herru, við erum ákveðin standard hérna fyrir karlmennsku. Já. Það er pínuspjald. Það er Jack Daniels. Og svo er hérna svona, þú veist, svona simulator þannig að maður getur spila svona, þú veist, ökutölvuleiki, þú veist, þetta er alvöru sæti og hérna er svona... Já. Ég er ógeðslega góður í því. Já, og það er bannað að keyra of hratt í því. Já, bro. Hei, þetta er tölvuleikur. Ég hef bara að fara 2, þú veist bara... Innan 200! 30 Hey, hann er ekki svilli. Hei. Ég er að klára bjór og ég ætla að taka limmiðan af bjórnum og láta hann í plast og bjórinn fyrir endurvinnsluna sem er hliðin á þessu hérna dóti, ok? Já, akkurat, einn gauður þetta er bara endurvinnsla. Já. Einn hólfið er endurvinnsla. Við erum með endurvinnslu. Ég nenni ekki að hlusta á þetta lengur, ég ætla að fara að æfa mig að baki í stæð. Þessi fréttasería snýrist svolítið að elsku Inga Sæland er búin að vera að berjast fyrir því að gæludýr, sérstaklega hundar og kettir, séu velkomnir í fjölbýlishús svona by default, eins og við segjum. Og hún fékk þessu í framgengt og það hefur verið... Sorry, ætli hún hafi fengið að vera þessa mynd sjálf. Sko, ég valdi þessa mynd, en hún var fremsta myndin á fyrstu frétt hana. Þannig að ég vil meina að þetta séu fréttamiðlar sem völdu þessa mynd. En sem sagt, að það hefur verið svona smá kergja innan astmafélagsins og svona ofnæmisfélaga yfir þessum málum vegna þess að þau segja að þau séu gerð svona að húsin þeirra séu ekki lengur svona velkomin, eða þau eru ekki velkomin heimið á sér vegna þess að það eru svo mikið af ofnæmisvöldum heimið á sér núna. Þannig að þetta hafi verið svona pólarnir sem hafa verið að takast á eftir þessa breytingu. Það er astmafélagið, ofnæmisfélagið og síðan restina af þessu. Já. Sko, það er náttúrulega rök á móti eru að, þú veist, að innmanna fólk og eitthvað svona. Já, einmitt. Að þau fá að hafa dýr. Já. Já. Ég var ekki að segja neitt grín, ég var bara að segja svona. Það eru rök líka. Við í Gólkutíð, við höfðum innmanna fólk, ok? Nei, já, einmitt. Og það er bara svona skemmtilegt svona smáatriði er að þegar þetta var samþykkt var einhver sem samþykkti þetta frumvarp með því að segja ég segi já í stað fyrir ég segi já. Það er bara svona verið að taka á léttumálunum á Alþingi fyrst. Já. Áður en það hinn eru svo erfið að það er betra bara að byrja kannski að svona vinna sig upp, bara byrja rólega. Eða að þessi þingmaður var köttur. Ekki að segja En það er, Já, og við köllum eftir atkvæði frá þingmanni Mjálsson. Já, segir hann, frábært. Og við köllum eftir atkvæði frá honum Rakka... Forseti. Já. Mér finnst eins og við þorum ekki að segja hlutina eins og þeir eru. Það er eins og enginn hérna í þessu landi þori lengur að segja neitt. Ok, og hvað viltu segja, herra Músla? Það að segja Hvað er bara... það sem þú vilt segja? Það að segja bara, það er ekki góð hugmynd að hafa kísur í fjölbýlishúsum. Já. Við í músasamtökunum. Ok, ég var að fatta eitt.
nú erum við 3 dýr Já. sem öll ákveðum að fara Á þing. laumast inn á þing. Þykjast vera menn. Þykjast vera menn. Ég er Rakki, ég ætla að segja, mér líður eins og við höfum gert mistök í nafnavalinu. Herra Músli. Herra Músli. Við hefðum mögulega átt að velja venjuleg mannanöfn. Njáll Pálsson er frekar venjulegt út að ég gæti verið Njáll Pálsson. Þannig að samkvæmt mannanöfnalögum beygist þetta eins. Já, en ég er að segja að við hefðum átt að velja ekki dýratengd. Dúlurnar mínar, hvar eru þið? Inga! Sælar! Hæ, Músli, Rakki Já, og Njáll. Jæja. ég verð að hrósa þig fyrir þessa hugmynd, Inga. Já. Þú ert búin að ná að stækka þingflokkinn um 3. Með því að setja gæludýrinu inn á þing fyrir mismunandi flokka. Mér langar bara að segja að nú er ég ekki einmanna lengur. Nei. Og mér langar að koma með... Já, nei, ekkert. Inga, við erum búin að vera að taka eftir svolítið hérna í flokknum að hérna það er mikið, þú er búin að vera að fá mikið af dýrum inn í hann. Ég vil bara minna á að þetta heitir flokkur... Ég ætla bara að stoppa þig hérna. Þetta er flokkur fólksins. Ég ætla bara að stoppa þig hérna. Ok. Flokkur fólksins. Það stendur hvergi í lögum Alþingis að ekki megi koma með alls konar. Þú ert að taka svona... Inga, bara, við getum ekki smiklað hval inn á þingið. Já, ég ætla bara að stoppa þig hérna. Ég ætla bara að segja það. Já, það hefur enginn aldrei sagt að enginn hvalur megi koma. Það einsdæmi eru oft til. Já, afsakið. Skiptum prófálmynd á Facebook. Halló. Hæ, Inga. Hæ, þetta er Kristján. Ég ræðum þetta við þig eftir smást. Ég heyrði þetta. Inga, Já, hæ, þetta er Kristján. Ég er með hvalinn. Já, einmitt. Hvalinn, hann er hérna fyrir utan. Glæsilegt. Viltu fá hann bara beint inn eða? Já, við þurfum bara að fjarlægja vegginn. En hann deyr. Hann fær ekki vatn. Hann deyr. Ég verð að segja, Kristján, Já. ég hef verið á móti þér í langan tíma. Já, það var margir. En þetta alveg breytti skoðun minna þér. Já. Og hafið tekið mig og skuttlað mér og hjálpað mér að vera þingmaður. Já. Hingað til hefur verið að drepa okkur Ég veit það, ég bara sá, ég mátti ekki lengur vera því, þannig ég var bara eitthvað, hvernig get ég unnið áfram með hvali? Heyrðu, já, var þetta pabbi þinn að skuttla þig? Nei, þetta var maður sem er ofta að drepa önnu dýra minni tegund. Fýll kall. Já. Ég kemst líka á pallinn hjá honum. Ég sá að þú varst að rulla inn upp, bara að segja takk fyrir og þú ert miklu myndarlegur en þú ert á Tinder. Já, takk. Og bara... Ég er þingmaður. Nei. Já. Vá, þarftu að vera með svona öryggiskerfi í símanuðinum, þannig að þú megir ekki tala við neitt á Messenger. Já, þingmenn þurfa það, þannig að já. Sko, eitt, af því að ég er bara með hramma. Já. Getur þú hendi mig fyrst? Ég er svo þreytt á gaurum. Hann sveik mig aftur í gaur. Akkur getur ég ekki bara verið með gaur sem er, þú veist, andar á landi, með þurra húð, ekki með putta, með stóra hólu upp á bakinu á sér, er kannski 200-300 kílóum þyngri en ég, eða sinnum þyngri, með, þú veist, lítinn munn ef hann er sleipur yfir, þannig að hann getur bara að borða þér lít. Ég er samt þingmaður. Þetta er svona skauð. Þekkirðu? Ertu? Halló? Ert þú einhleipuð? Ég er eftir á deiti. Má ég spyrja þig við hvernig ert þú að tala? Ég var að tala við þjóninn. Þú talaði þjóninn. Ég skil. Ok. Vá. Einmitt. En þú ert... Við erum á deiti, ef það er í lagi. Ok, ég er líka að tala við þjóninn minn. Ok. Greinlega einhver annar hvalur sem ég langar í ekki þessi dónalegi hérna. Bara ég myndi kynnast einhverju gaur sem vissi hvernig öryggiskerfi alþingismanna er í símanum þeirra. Já, einmitt, þetta er svona lúmsleðileg frétt, en nei, bara vegna þess að þetta er svona rasisti úr Miðflokknum sem bara viðgengst í að vera kallaður rasisti, sem kom sem gestur í podcast sem heitir Bjórkastið. Og mér skilst að Bjórkastið hafi byrjað að taka upp á því að nota, sem sagt,
orkudrykkinn, þessi hvíta orka, flóna orka eða eitthvað svoleiðis, sem svona tákn fyrir það að vera white power í Bandaríkjunum, sem sagt að nota og fannst þetta tilvalið að þetta væri orka sem í hvítum umbúðum og getur kallað hvít orka og nota það sem svona einhvern svona holgerving white power og eru með þetta í bjórkastinu upp alla veggi. Það kannski, ég veit ekki hvort þeir átt að sjá en þetta sko white energy, ég veit ekki hvort það skiptir máli fyrir þá en power annað orð, það kraftur, en og svo notaði líka lugkex til að tákna lengst uppi sem er svona orðatiltæki í það sem við köllum the manosphere eða þetta svona karlmenn sem eru að reyna að vera cool svona svolítið, já svona karlmenn sem fíla flokkunartunnur. Já, basically, svona þannig karlmenn nota þessi orðatiltæki eins og lengst uppi og lengst niðri, þetta er svona Beggi Másson og eitthvað svona töffarar. Ég væri mest bara til í að sjá bara svona brainstorm sessionið í slókunum. Já, einmitt, fyrir þetta. Já, bara þú veist svona kallar sem eitthvað svona, þú veist. Algjörlega. Ég ætla bara að sjá það. Og ég var að pæla við hjá genginu mínu. Já, bjórkastinu. Bjórkastinu, við erum að pæla, við fengum ykkur í auglýsingastofunni. Við ætlum að fá bara smá brainstorm session, sko. Já, við erum auglýsingastofu. Við erum með nokkra pælingar, skilur við, bara pælingar við kallarnir sem við erum, skilur við. Eitthvað að hugsa. Já, og við þurfum bara eitthvað að representa okkur strákana, skilur við. Bara kallmennska. Eitthvað mjög hart. Bara eitthvað, já, helst svona hrista. Hvað með svona lítið franskt? Hrista konundar. Já, hrista konundar. En eitt sem að þið gætu nota væri lítið svona franskt keks. Já. Hvernig er það að hjálpa okkur? Það er svona mjög töff, það er mjög hart. Að fátt kallmann er en gott lugkeks. Ok, hvað veistu það, bróðir? Já, franskt keks. Fyrirgeðu bara að þá bara út af fyrir kúnnan og auðskaskriftuna. Þið eru með podcast með bjórkastið. Já, við erum bræður. Og þið eru bræður, já. Og hvað gerist í podcastinu? Já, við tölum bara kalla á okkur og tippi á okkur. Ok. Ég tala tippi hans og hann tala tippi á mig. Já, þið eru bræður. Já, en það var einmitt næsta hugmynd sem ég ætlaði að koma með. Ef þið vantar eitthvað svona kallmannlegt, eitthvað svona að tala tippið á hver öðrum. Og kannski snerta það, jafnvel. Þetta snýst upp á því. Við tölum það, skoðum það, en við snertum það ekki. Ok, gott. Þið skoðið tippið á hverjum öðrum, reglulega. Já, ef það er eitthvað ef maður fær klammar hann eitthvað. Já, ok. En svo þegar þú sagði bara, við tölum kallmenn, tippið á hverjum öðrum, það var annar hlutur sem þú sagði. Þannig að vantanlega er mikið að tala um það. Næst mest. Eru þið hægri öfgamenn líka bara svo ég viti það? Já, auðvitað. Ok. Það væri annað. En þeir... Vægir hægri menn. Ég er bara að skrýta að þið tali meira einhvern veginn tippið á okkur en ætlaði að hjálpa okkur á þessu auglýsingastofu. Við erum bara að skilja konceptið. Ok. Eru þið elskendur? Við erum bræður! Já, ég veit það, en það svarar ekki spurningunni. Elskar ég nonna bröður, já. Elskar ég Pál, bröður, já, ég elskar. Eigið þið kærustu, maður spyrja því? Nei. Sofið í sama rúmi? Já. Kissið stundum á munni? Já. Sofið í hjá hverjum öðrum? Nei. Ok. Þetta er mjög skýrt. Ok, en þið deilir rúmi? Já. Hjálpaðu stundum að þurrka sig eftir sturtu? Já. Er ég á hommi? Nei. Er ég að soja bróður mínum? Nei. Ok. Ég er að pæla bara aðra skrifstofu. Mér langar bara eitthvað svona cool slogan, eitthvað matur sem getur þýtt eitthvað annað. Hvað með lítið mjólkuglas? Býttu, hvítu vökvi, við erum hvítir. Já, þið eru heldur smá rasistar. Já. Og við framleiðum hvítan vökva. Já. Nema þegar hann var lasinn í síðustu viku. Já, gekk ekki. Og ég syngdi honum, þú veist, það kom svo lítið. Hvað eru það að tala? Ég var að runga mér og það kom svo lítið hjá mér. Þið eru að runga hverjum öðrum. Við erum bræður. Skilji ekki. Hann hringdi í mig og sagði ég er að runga mér og það kemur ekki þetta. Já. Það er ekki. Ég var vissulega með smá væla flensu. Já, við hefum svona órætt samband og fréttum að þið getur svona hjálpað okkur að finna þessu út bara svona
hvort við værum It's Complicated saman. Við erum reyndar auglýsingastofa, sko. Já, þið væri Við lentum í því að voru rasistar sem komu hérna inn, sem kom í ljós að voru að sofa saman. Já, það var ekki okkar. Það var bara við að doing our work, sko. Við vorum ekki að koma þeim saman. Við getum samt alveg reynda að hjálpa þeim að finna eitthvað svona sex. Já, slogans og spons. En ég bara heyrði að þið væri með svona spurningalista því að ég er búinn að reyna að segja við hann, skilur, við erum búin að deyta í 3 mánuði, þú veist, við erum par og ég frétti að þið væri með svona spurningalista sem að bara svona færi í gegnum bara. Sem bara svona virkilega skilgreinir þetta. Já. Og við hvort þessi par, ég get spurt á sama spurningu og ég var að spyrja hann rasistana daginn. Why not? Ok. En líka, þarf að gera það af því að hann var að segja að þið væru par? Já, meni, finnst þið... Nei, hann veit... Þetta er It's Complicated, þeir eru ekki viss hvort þeir séu par og þeir eru flokkurinn, já. Ok, svo við í sama rúmi? Já. Ok. Er þið par? Þetta var mjög skemmtileg frétt. Mér finnst alltaf jafn skemmtilega fréttir þegar það koma upp svona cirka einu svona ári eins og segir í í þessari grein. Er þetta fólk í salnum? Það væri æðislegt. Mér finnst það mjög skemmtilegt. En þetta sem sagt, þetta fjallar það að það er kona sem kemur upp á fæðingardeild og er að byrja að fæða en vissi ekki að hún væri ólétt áður en hún kom basically bara rétt áður en hún kom upp á fæðingardeild. Og eins og ég skildi á að gerast það þannig að þau eru bara heima kvöldi, hún er búin að vera með einhverja bakverki eða eitthvað svona smá skrítin yfir daginn og svo vaknar maðurinn og sér hann að vera svona strunsa gólfið og hann svona, bíddu, ég kannast eitthvað við mína konu sem erum að gera þetta og þá er hún víst bara komin á steipinn, skilurðu, og þá er það bara, þá fattaðu hvað er í gangi, brunu upp á fæðingardeild, fæða barn, allt í bara svona, þú veist, kannski 10 klukkutíma ramma eða eitthvað. Þannig að aðeins að bara frá því að vita ekki að það væri ólétt yfir í að vera komið með barn í hendunar. En hann segir eins og Jesúbarnið. Hann svaf aldrei hjá Svaf aldrei hjá honum. Líka annars skemmtilega. Barnið er eftirlýst. Já, ég setti þessa svörtu ramma þannig inn á þessar myndir. Máttir þú líka þennan svip? Þessi svipur! Það er svo gott að bera virðingu fyrir friðhelgi einkalífs barnsins, en ég ætla að setja stóra myndasvip. Það sem hann lítur út eins og að sé að rétta þetta eitthvað svona. Já, þetta er bara eins og Jesúbarnið. Þetta er mjög óvænt ánægja, en þetta hlýtur að vera smá sjokk. Svipurinn lýsir því ágætlega. Það var svolítið það sem ég var að pæla, sko. Það er þessi mjög vel. Þetta er ruggla náttúrulega. Þetta er algjörlega ruggla að vera með barn í maganum í 9 mánuði og ekki taka eftir því. Þetta gerist það bil einu svona ári á Íslandi. Já, á Íslandi. Það bil. Það er kannski einhver í salnum í kvöldum með barn í maganum. Það gæti verið. Einhverjum illt í bakinu? Mér reyndar. Já, sko það sem vinur minn vildi meina líka að ekki ég, er að sko einhverja konur myndu kannski sko ég veit ekki hvað maður á að segja, ekki vera mjög hrifnar að því að lesa eða hata svolítið þessa konu vegna þess að hún kemst yfir allan erfiðapartinn í meðgöngunni og fær svo bara búm, kemur bara barn, skilur við. Já, hún kemur barn og hún á ekkert og er bara ennþá að vinna og geðveikt. Já, nei, þau eiga semast 2 börn fyrir sem eru 10 og 12 ára. Okay. Þannig að þetta kemur sem ágætt búbót onni í það, sko. Búbót. Ég veit bara Þau eru svona gamaldags bændur frá 17. öld. Já, það kom einn annar vinnumaður. Þetta er gott, búbót. Já, einmitt. Ég bara skil ekki hvernig þetta gerðist. Við erum ekki búin að sofa saman í 10 mánuði. Já, en hann hefur skeggið þitt. Já, en ég meina... Það er svona skuggið og lítur vel á efri vöruna, ástu mín, þetta er þinn strákur. Já, þú ert bara alltaf búin að segja bara að láta ykkur vita Juan strákur sem þrífur sundlaugina. Ég er búinn að þrífa hana í dag. Vá, hvað hann er eitthvað sætur. Eigið góðan dag. Takk Juan, elska allt sem þú gerir fyrir okkur. En þú ert alltaf að segja þetta sé svona eins og Jesúbarnið. Já. Hæ. Carlos hér, ég ætla bara að klára pípulagningar. Carlos, þú ert bestur. Svo er ég bara búinn. Bestur.
Carlos, elska allt sem þú gerir fyrir okkur. Herru, við sjáumst. Já. Æ, sko, ég ætla bara að segja þér, ástin mín, ekkert vera með hérna áhyggjur, það gerist alveg ofta, þú veist, sæði getur alveg geymst, þú veist, í konum, í alveg svona 2 mánuð. Ég er Hreggviður. Hreggviður. Ég er búinn að taka til bara. Þú ert eiginlega langheitasti vinnumaður. Ég er 78 ára í dag. Já. Hreggviður. Ekkert ofreina þig. Við elskum allt sem þú gerir fyrir okkur á heimilinu. Takk. Hann er bara af þessari kynslóð að kyssast á munnin. Já, algjörlega. Með tungu líka. Ó. Þú ert aumingi. Þetta er kynslóð. Upplifa þetta. Ok, þannig að við erum bara, ég trúi þér alveg, skilurðu. Og þú veist, þetta er þá bara svona Jesúpa, vantarlega, að hann bara eingetinn. Já, Hreggviður, þú verður svona, ég er að ráða þig inn á heimilið mitt. Þetta er bara svona... Hvernig er kellingin þín? Þú farið ekki að heyra. Ég meina að sjá myndaðinni. Ég veit á kvennabósið, Hreggviður, en þú farið ekki að sjá konuna mína, skal ég segja. Nei, mitt, en þú ert bara allt múlít maður. Það er ekkert betur en að hafa allt múlít mann sem er 78 ára á heimilinu sinu. En helvítis kvennabósið, Hreggviður. Ég kom snemma heim. Nei. Hreggviður. Hvað segir þú? Þú verður að passa þig á hann er algjör sjálfur. Gaman að sjá þig. Oh my god, hvað heitir þú? Ég heiti... Hey, come on. Hérna? Hreggviður. Vá, en ótrúlega... Fallega ung stúlka. Herru, ekki drullaður. Ekki halda aftur frá einhverjum með gaur sem er 50 árum eldri en ég, please, ok? Sjáðan og hann heitir Hreggviður. Það er vond lykt á hann, hann er hvítas... Herru, það er sjúkdómur. Já, ég veit það. Ekki tala um það. Ég veit það, ok? Ég skil bara ekki okkur konur fíla við það. Hann er sjúkdóm. Akkur er það sexy? Það er bara sexy. Come on. Hann er með hvíta skán. Ég veit það. Ég er með hvíta skánum allan líka. Hann er snákur, hann er að fara úr einhvern húðinni sinni. Hann skilur eftir húð alls staðar. Hvað er þetta? Hann er að taka húðina hérna, Hreggviður. Hann er ekki hvað að gerast. Hann skilur ekki neitt þessu gauð. Hún er að taka, ég er að taka. Heyrðu, við vorum ráðnir í þetta mál til að leysa hvort að það sé verið að halda fram hjá eiginmanninum. Já, akkurat. Við fengum leyfi til að fara inn í Svefnbergið og skoða hvort við finnum einhverja vísbendingar. Akkurat, já. Þannig að ég veit að þetta er fyrsta svona einhvers slagnamáli. Já, ég er svona lærlingur í rauninni. Einmitt. Sko, já, einmitt, hérna er svona hvít skán. Já, lekur. Nýr íþróttaálfur. Þetta er náttúrulega saga til næsta bæjar. Þetta er Mikael Kaber sem er að taka við keflinu, eins og við segjum. Og sko, og svo er hún Hildur sem er að taka við sem solastyrra. Þetta er stórt mál náttúrulega fyrir íslenska menningu. Þetta er svona bara eitt skjóta inn í að það er líka nýr glanni glæpur sem er Almar Blær og hann fekk ekki neina mynd af sér. Nei, og skemmtilegt, ég hlustaði á viðtal í útvarpinu við þau þar sem þáttastjórnendur voru svo, bara svona, vildu svo mikið og þurftu að koma því frá sér hvað Almar væri líkur glannaglæp, svona í útliti, sem er, ég veit ekki hvort það er, þú veist, hann er með svona risastóra höku sem er svona prosthetic og svona ef gerður svona glanna... En Almar þarf ekki gerðuhöku. Ég veit ekki hvort það var hrósjáðum eða ekki, það er í útvarpinu. En allavega, þau eru semst fengin til að taka við þessu kefli og eru að koma fram á einhver svona afmælishátíð í janúar og svo vildu þau meina að það væri ýmislegt í pípunum fyrir Latabæ af því Maggi Skeving er nýbúinn að kaupa réttinn tilbaka. Það er svona sagan bak þessa frétt. Förum við yfir í make-up-herbergið. Já, þú ert svo ljótur. Ói, heyrðu. Ég var nú bara nýverið að ráða mig mjög mikilvægt hlutverk. Já, þú er bara góð leikari en veistu. Já, hann er alveg Við þurfum bara ekki að gera leik. Við þurfum eiginlega að minnka hökuna. Já. Glanni er með stóra höku en það er nú, fyrir maður nú í dallinn láta en nú að taka. Eða í öskubrunnin, henda upp, rísa. Við erum íslenskufræðingar og
tölvunarfræðingar. Fyrr má nú aldeilis upp rísa sólað kvöldi, setur eins og að segja. Þetta svo spennandi. Þetta hrikalega spennandi. Ég verð að spyrja. Já. Augað á þér. Já. Fæddistu svona eða er þetta áunnið lítið? Já. Ég fæddist svona. Ég bara, þú veist. Og hérna krippan. Já, ok, halló. Þetta alveg. Já, ég var, ok. Sjaldan hefur köttur undan kotta. Ég með smá lattauga og ég með kreppur, skilurðu. Það allt í lagi. Já, fyrirgefðu, þetta kannski svolítið leiðilegt af okkur. Svo er hann ekki með eina frunsu heldur. Ég er með 8 frunsu. Hvað, ég er ráðinn í þetta hlutverk. Getið ekki gert mig bara smá ljótari? Þú ert of ljótur. Já. Okay. Hann er að leika leppalúða. Vittu, hlusta á þessa. Ljótan skal álíta rennur til vatna. Sko, ég er íslensku fræðingur sjálfur, en ég á engan séns í hana. Hún var dúks og hún dúksaði fyrst í MR og svo dúksaði hún í íslenskunni í háskólanum. Algjörlega, ok. Getum við byrjað upp á nýtt. Hæ, ég er Almar. Húlla, húlla, húlla. Ok. Þeir sögðu það í gamla dag á Íslandi. Það vita það ekki allir. Við lærum þetta í 15. Við skeljum yfir í úrslit í íslenskum kvæðum búnum til á staðnum og þá er það bara eitt kvæð á mann. Þannig að við byrjum á þér, þú með lítið íslensku kvæði sem þú fara með, bara stund. Fugl á flegi veldur kláða, innan skal feldi sjálf ráða. Hins vegar hefur flegi af földu góðu. Sjáðu hér, fáðu þér sósu. Þannig að hún er búin að vinna titilinn. Hún er búin að vinna titilinn 20 ár í röð. Ég vissi ekki hvert þetta var að fara, en þegar hún sagði sósu, gæsahúðin alveg. Við sem erum að lýsa á sína, þetta er ótrúlegt. Það sem er skemmtileg staðreynd með þau tvö, að þau vinna sem sminkur hjá Latabæ. Og ég velti fyrir mér, nú á hún að endurtaka vísuna, ekki satt? Jú! Það var mjög mikilvægt að endurtaki vísuna. Já, það er að endurtaka vísuna svo að dómarar heyri hvort hún sé alveg rétt upp kveðin, hvort hún Stuðlar og höfuðstaðir. Já, þannig að þá byrjar hún aftur. 3, 2, 1. Fugl skal hann feldi rjóðu, verði þér kærlega góðu. Nú er hér komin Rósa, þá fæ ég mér fullan disk af sósa. Þannig að hann Pétur úr Hrauntungu þarf að fá 10 til að sigra. Já, hæsta sem Pétur hefur fengið hingað til er 5,5. Og áhorfendur, við erum að fresta fréttum fyrir þetta. En þá er komið að Pétri og við bíðum öll spennt. Út skal á hnakka að ganga, framfótinn alltaf að svo langa. 2 fuglar, 2 álftir syngja, en ekki er digur þín pingja. Þetta er síðasta fréttin okkar í dag. Þetta fjallar tilfærslu, lagfæringu klukkunar yfir á eðlilegt tímabelti fyrir okkur Íslendinga. Það hafa komið út nokkra skýrslur og meðmæli frá vísindamönnum sem varða það að þau mæla með því að færa klukkuna þannig að við höfum fleiri og meiri birtu á morgnana, sem myndi þá náttúrulega þýða að í eftirmiðdaginn þá myndi vera meira myrkur. Þannig að þetta eru 2 pólar sem eru að berjast. Það er annars vegar vísindamenn og vísindamenn aðalega og sérfræðingar, og svo þeir sem eru að berjast fyrir því að hafa meira ljós á kvöldin eru hagsmunasamtök golfara og viðskiptamanna. Sem er þetta mjög sterkt hreyfiafl í íslensku samfélagi. Já, 100%. Og það er bara þannig að stór ástæði fyrir þessi hefur ekki verið breytt er bara hagsmunasamtök sem hafa barist mjög hart fyrir. Þetta eru viðskiptasamtök og þetta eru flugfélögin, og svo er þetta, þú veist, svona hobbyistisamtök sem vilja vera úti aðeins meira í birtu á daginn. Þeir svífast einskis. Þeir stungu þarna einhvers konar skafti í konuna þarna hægra megin. Bakið á henni. Já,
einmitt. En það sem er svona skemmtilegt við þetta er að í mánuðinu komið mitt líka alls svona fréttir svefn yfir höfuð og til dæmis þessi könnun sem var gerð af Helgi Gallup eða Capacent það að einhleypir þeir leggja sig meira á daginn heldur en fólk í samböndum. Er það eitthvað vandamál? Ég skil það bara mjög vel. Já, hvað erum við að gera? Já, það er vandamál fyrir okkur sem erum í parsamböndum. Já, en af hverju? Af því við getum ekki lagt okkur á daginn, af því við hefum Konu. Já, en svona, já, þannig að Við eigum konu, ok? Við eigum konu sem bannar okkur að leggja sig á dag. Við erum bara að tala um almenna konu sem er ekki í þessum sal. Jæja, elskan, þá er klukkan bara orðin 3. Kannski að bæði að leggja. Býttu fyrir ekki ástin mín, hvað var þetta? Nei, ekkert ástin mín. Hvað var þetta? Ekkert ástin mín. Varst það gespa, Gunnar? Já, ég held kannski... Þú leggur þig ekki í dag á vettardögum, dóttur okkar á afmæli, þá eftir að klára hræra degi. Ring. Besta svar í heimasíman. Já, halló. 588-552, nei það er dóttur. 553-7272. Ástin mín, þú þarf ekki aftur að segja símann alltaf. Já, góðan daginn. Já, við Capacent Gallup. Já, hæ. Ég er bara með örstýta spurningar, veist það? Já. Heyrðu, frá skálanum 1-10, hversu líklegt er að þú eða maðurinn leggi þið á daginn? Já, bara 0 ef það er boði. Já, út í parsambandi. Já, Já, ok. Heyrðu, við erum bara að gera smá könnun. Við sjáumst, þetta aldrei var mér að hringja. Bíddu, Bye. halló. Hvað segirðu? Þú varst ekkert búinn að segja mér símanúmeri hjá þér. Nei, ég var að hringja, ég er að hringja frá Gallup, ég er að síma meiri. Já, þessi heimasíma náttúrulega eru svona. Herðu, allt er góður. Nei, þeir eru alls ekki svona, maður þarf alls ekki að segja nómeri. Það er alls ekki svona. Þú ert skrítið, þú ert einn í heiminum sem gerir þetta. Ég vinn við það að hringja í fólk og enginn hefur gert þetta áður. Hvað ætti að reyna að segja? Mamma, skelltu bara á. Einu sinni, þetta er afmælið mitt. Fyrirgjöf, maður frá Gallup, halló, ertu þarna? Já, ég held ég ætla að leggja á núna. Já, ekki Þú ætti ekki að láta vita, skelltu bara á. Veistu, mér finnst bara, framkomaðin búin að vera ágætt til að byrja með og svo var hún svona smá dónaleg fannst mér og svo, jæja, nú held ég leggja á. Ok. Ekki gera fast á bregðum eins og, láttu mig vita. Já, bara miðlungsfast. Ok, já. Bye. Bless. Á. Ok. Jæja. Ef það er eitthvað sem ég væri til í að fá í afmælisgjöf, Já. þá er það að þú leyfir pappa að leggja sig einu sinni. Þú þarft ekki að eyða afmælisóskinni þinn í mig. Þú mátt gera hvað sem er á þessum degi. En ætlar að gefa mér það í alveg. Þóra litla, við vorum búin að ræða þetta. Þú hefur eina ósk og þú ætlar að nota hana fyrir þig. Það er banna, það eru reglur. Á mínu heimili eru reglur. Afmælisósk er fyrir afmælisbarnið eingöngu. Já. Blundar eru eingöngu á hlaupastegi. Já. Ég er konan þín. Já. Þannig hlýttu mér í andskotanum. Já. Ég gera það. Ok, en eina sem ég bið er að hafa gaman. Akkur er ekki gaman? Akkur er ekki gaman hjá okkur? Hvar er kaka? Hún er í ofninum, ég var að setja henni í ofnin. Hún er í ofninum. Heimasíminn, þessi síman, þið þekkið þetta, hringja og hringja. Manstu, þú þarft ekki að kynna númerið. 588-7272. Já. Góðan daginn, halló Helena. Já, góðan daginn. Ég er að hringja hérna frá könnunarsviði Capacent. Já, hvað er síminn hjá þér? Það er bara símanúmer hjá fyrirtækinu. Ég er bara að taka smákönnu, ég ætla bara að aðtöða svona almenn ánægja á heimili. Já, bara 10 af 10, ekki með þannig skala. Ok, og myndur halda að allir fjölskyldumeðlimir séu sammála? Fyrirgjöf, hvað áttu að hringja? Ég er að gera Könnun? Akkur ert að spyrja þessara spurninga? Hún er að spyrja hvort þið séum hamingjusöm. Erum við til að koma það nær símanum? Býttu, hlusta, ég ætla að setja þið tólið upp í loft, þannig þú heyrir og talaðu bara hátt, þetta er svona... Þú ert ekkert að segja mér... Nei, ég ætla bara þannig við erum fleiri en eitt. Já. Þannig við ætlum allir að reyna að heyra í síman í einu. Já. Og þessir heimasímar, þeir eru alveg... Við erum stödd á Svíðaskóli fyrir því að Þetta var síðasta fréttin okkar. Næst ætlum við að fara í liði í sýningunni sem við köllum Næstur á svið. Gjörið þið svo vel.
Komið sæl eftir smá uppbrot í sýninguna. Ég búinn að skrifa svona kveikjur handa spunaleikurunum og ég ætla að lesa þau upp. Og lesa þessar kveikjur upp og þau ætla að reyna eftir bestu getu að leika kveikjunar fyrir ykkur. Sko, ég mun kalla nöfn á spunaleikurum upp á svið til þess að leika kveikjunar. Stundum kallar senan á það eitthvað fólk úr baklínunni. Hinir leikararnir komu á aðstöðu og það allt í góðu með það ef þau hoppa inn í senu. En við skulum bara fara að byrja á fyrstu kveikju og hún fyrir Geinar. Árnastofnun heldur blaðamannafund til að tilkynna 3 nýja íslenska tungubrjóta. Já, góðan daginn, öll sömul og velkomin, gaman að fá ykkur. Eins og þið vitið þá erum við komin hérna saman til þess að ég hefði viljað fá fleiri reyndar, en ég að fara að kynna hérna nýju tungubrjótan okkar. Það eitthvað sem Árnastofnun gerir á hverju ári. Já, og þá það sá fyrsti, mér ekki til setuna boðið, braggi í bagga og brummand á kagga. Braggi í bagga, brummand á kagga, sumir átta sig ekki á því hvað þetta þýðir, en það bara fólk sem ekki nógu gott í íslensku. Ég segi fáið þið ykkur orðabók og flettið þessu. Ég reiður. Nú komið að segja. Fyrir hérna, ég vinna að björn. Já. Braggi á kagga. Braggi í bagga. Braggi í bagga. Brummar á kagga. Já, ok. Ekki spurja aftur. Ok, sorry. Hvað braggi? Það gamaldags hús. Já, ok. Eða svona hús sem var byggt af hermönnum. Þannig að húsið í bagga, já! Já. Næsta kveikja fyrir Gunnlaugur. Uppboð á eignum Sjálfstæðisflokksins eftir að Valhöll seld. Jæja, og næst erum við með uppstoppaðan fálka. Enginn. Ok, þá tek ég hann fyrir mig. Ok, ég ætla bara að taka þennan stól líka fyrir mig. Ég ekki að eiga þetta bara allt eiginlega. Ég ætlaði nú að fá að bjóða í byssuna. Byssuna? Já. Já, ok, við getum boðið í hana. Já, og ég ætlaði að fá að bjóða í tussuna. Næsta. Restin af verkefnunum sem ríkislögreglustjóri bað innra ráðgjafar að gera eftir að fá fyrir gísl. Já, og þetta fyrir Mána. Sorry, Máni. Herru, já, frábært. Þetta rosa gott, þetta píluspjald, sko. Herru, svo það hérna hún Sandra, litla stelpa mín, hún ef þú getur sótt hana. Já, bara alltaf á hverjum degi, sko. Það væri bara rosalega gott. Og svo það náttúrulega hérna hún, kona mín, hún við eigum samfélagsafmæli. Ef þú getur hugsað eitthvað flott og bara komið í verk. Já, flott. Nei, bara, já, þú bara gerir þetta eins og, já, bara eftir þínu höfði, já. Þú búin að vera að gera þetta rosalega vel. Bara geggjað. Næsta fyrir Reykjavík. 7 afsakanir sem virka fyrir öll tilhætti. Guð láti gott á að vita. Gleymdi úrinu heima. Vá. Er púlsinn eitthvað hár? Guðmundur, ég held ég sé... Hvað þú? Af hverju gleðilegt að þú komst seint að sækja mig? Vá. Og síðan þetta fyrir Mána, uppstandari sem man aldrei alveg pönstænið á efnum sínu. Allavega sko, Bjarni Ben, hann náttúrulega algjör sauður sko. Hann nú smá eins og minkur væri að fara beinustu leið í minkur, Bjarni Ben er minkur, þetta var geðveikt fyndið á hann, ok. Bjarni Ben er minkur sem fyrir beinustu leið í
Ég fyrir næsta, hann góður, við munum kannski hann á eftir. En hvað mál með konur, ha? Ef ég geti nú skipt á minni og fengið í staðinn byrju. Að skipta konu og ég mann þetta í svona litlu lagi. Minkurinn fer niður í brunn, konan niður við munum þetta eftir, ok, allir með mér, ok, æðislegt, gott að við alla fulla Eldborg, heyrðu, eitthvað annar á lélugum bíl eins og ég, ég var nú bara til að fara með hann beint til vestar, Bifrða, guður sem var í vestur að gera Bifrða, að gera á Þessi einstakling sem nú ætlaði að fá svona 2 manna kveðjur, það fyrir Mána og Pálma. Þetta starfsmannaviðtal ekki að ganga vel, en þú með úr sem getur látið ferðast nokkra sekúndur aftur í tíma. Fyrirgefðu að ég sagði að konaðinn væri hóra, ok? Það var bara misskilningur. Þannig, ég að fara að fá starfið? Nei, ég held við verðum að enda þetta viðtal hér. Já, ég meina, það ekki eins og konaðinn sé hóra eða eitthvað. Svo fyrirgefðu að ég sagði að konaðinn væri hóra, ok? Þú sagði ekki eins og hún væri hóra, þú sagði hún væri ekki hóra. Nei, þú veist, þá var ég í... Konaðinn örugglega ekki að selja sig fyrir pening. Sorry, menni. Oh my god, sorry. Sorry, hún örugglega fullfær að selja sig fyrir pening. Er ég að fara að fá starfið? Nei. Hvað, ertu með eitthvað fleiri spurningar Næsta fyrir Gunnlaugur og Geinar. Jólahefðirnar hjá nýju kærustunni þinni eru augljósir rauðir fánar. Ok, þetta sko uppáhaldsparturinn á kvöldinu að þá koma mamma og pabbi inn og við kveikjum undir eldinu og svo sjáum við hvort þú þorir. Af hverju eldiviður undir mér? Jæja, nú sjáum við hvort þú þorir. Já, ok. Ekki mamma að koma líka? Jú, hún að koma líka. Ekki kveikjundir, við erum segið ekki kveikjundir. Ekki kveikjundir. Svo mikilvægst, kveikja á myndavél. Ég með lurkex fyrir alla, Ok, og þetta í beinni, þannig bara, þú veist. Bíddu, ég ætla að setja spjótið upp í rassinn á það. Ok, næsta fyrir Pálma og Rebekku. Vinur þinn segir þér hvað gerðist í bænum eftir að þú ákvaðst að fara snemma heim. My god, varst þú þegar Lalli töframaður kom? Já. Hvað Lalli? Lalli töframaður, varst þú farið þá? Já. Hann var bara hérna að breyta þessum bjórum í 2 og komið tveir á geðveikt maður. Ógeðslega gaman sko. Ég fekk bara allt í einu bara að gefa mígreiniskast. Man. En þú varst þegar Björgólfur kom og gaf okkur pening, eða ekki? Já. Hann bara ávísi fyrir þig, varst þú það eða? Nei maður, hvað fekk þú mikið pening maður? Nei maður, nei. Þannig þú ert ekki nýjan bíl frá B.L. Thomas sem við heitum. Hann á B.L. umbúðið, hann gaf nýjan bíl. Ég er Tom á B.L. umbúðinu maður, kom hann að hitta ykkur maður. Hann gaf bara bíl alla, hann bara fundið á lyklum, hann bara keep it. Hvað fegst þetta Rolex úr? Rolex úrið, þegar Ronny Rolex kom. Takk fyrir það. Og nú fyrir við í kveikjunar og þetta fyrir Geinar, Gunnlaug og Pálma. Gríla og Bóla hjálpa Gili Trutt að setja upp Tinder-prófílinn sinna. Ertu búin að setja sexy mynd? Sexy mynd? Já. Já, ég er búin að setja nokkra með vörtunum allavega. Ok, það er mjög gott. Já. Gríla! Ertu búin að láta mynd með laxi? Ég er ekki búin að mynd með laxi. Hann er að veiða lax á Tinder. Já, en vilja kallmenn, konur eða tröllskessur? Tröllastrákar elska laxa, tröllakonur. Ég hef aldrei borðað lax, ég hef borðað hana börn. Ég er með barnabein fast á milli tannanna mína, ég skil hvað það En þú tekur mynd af þeim með fullt af börnum. Takk fyrir. Næsta fyrir Mána, Rebekku og Pálma.
fyrir skógið taka intervention á Bangsi og Andi að það aldrei í pulsu. Taðið sæti. Taðið sæti. Og please krosslaðu áður lappirnar. Bangsi maður. Bangsi. Þú ert í augnhæð við hana Kristín, skilurðu, þegar þú gerir þetta. Það eru bara 2 kúlur bara rétt svo fyrir ofan hausinn á hann, skilurðu. Hvað, strákar? Ekki svo kleið og svo kleiðu. Það eru börn í skóginn. Það eru börn í skóginn. Nei, bara Tommi og bara Tommi. Það er alveg nóg, það er alveg verra ef hann er bara einn, ok? Það eru skálið að það eru fleiri börn, þetta er alltaf sama barn. Já. Sko, maður ekki að tala um það. En ég meina, ef þú getur komist í þetta litla vestið þitt, getur þú farið í litla stubbustu líka. Litla, þetta er í minni stærð. Hvað, mér stóðst að segja eitthvað? Ég er bara að segja, höfust, Ánsumón. Hvað er eiginlega vandamáli, strákar? Lögreglan hefur haft samband við Tómas Tígur og mig Eyrnaslappa, ok? Þú munt ekki lifa í fangelsi, ok? Nei, ég vissi það ekki, það er heldur ekkert að því. Æ, Ánsumón! Ok, það verið. Og síðasta keppnin fyrir okkur bara, sem bara fyrir alla leikarana. Hún er svona, í heimi þar sem allir eru stöðugt í augnablikinu í söngleikjum rétt áður en að karakterinn bresta í söng. Og í hverju herbergi þarf alltaf einn að standa, einn að sitja og einn að liggja. Koma 3 vinir saman til að skipuleggja sameiginlegt fertugsafmæli. Þetta er fyrir Einar, Rebekku og Gullu. Hæ, afsakið hvað ég er sein. Ég vildi bara segja ykkur að ég er komin. Ó, hæ. Hvað, ertu byrjuð í tölvunni? Já. Ok. En er ekki byrjuð að skipuleggja? Jú, og mig dreymir að við getum kannski skipulagt þetta saman. Ég er búinn að tala við barinn. Hvað sagði þú? Ég er búinn að tala við barinn. Og hvað sögðu þeir? Ætlar að ráða, ætlar að kaupa barn, þú veist, en hvað... Þeir samþyktu. En hvað ef að við kaupum barinn saman? Þú átt við að kaupa bar fyrir afmælið? Ef að ég og þú ef að við kaupum lítinn bar saman fyrir Stjána. Við erum ekki að fara að eiga barinn sjálf. Sko, ég þarf aðeins að hugsa. Alltaf þegar ég hugsa, þá kemur til mín svar. Ég ætla bara að leggja mig. Ok, það verið. Takk fyrir. Ég er gott lag! Herru, við ætlum að... Munið, þegar ég er með þögn, þá kemur... Ok. Hérna, það verður stutt hlé og svo verður 1 lítið sett eftir hlé. Takk kærlega fyrir, sjáum við smá. Nei, hérna, alls ekki. Hérna... Herru, fyrir hérna þetta síðasta form í dag, þá ætlum við að fá aðeins hjálp frá ykkur.
En við ætlum að fá kannski að heyra eitthvað sögur frá ykkur svona hvað stóð upp úr í síðasta mánuði. Þannig að það má vera eitthvað stórt og má vera eitthvað lítið og bara allt þar á milli. Sögur sem við hefum fengið hafa verið allt frá því að einhver sem var hérna á fyrstu sýningun okkar fór út í eitthvað svona mjög skrítið mission á bát fyrir utan Danmörku í eitthvað svona spiritual ferðalag með fyrrverandi hermanni. Ég býst ekki við að fá eitthvað svona skrítið í kvöld, sko. Önnur saga sem við fengið að það var maður sem vaknaði við að svartur köttur skeit í rúmið hans. Svo var líka bara eitt atvinnuviðtal. Já, svo var atvinnuviðtal. Og bara svona eitthvað. Já, síðustu sýningu fengum við allar sögurnar sem tengdust Stefáni eitthvað. Bara óvart. Já, og bara til þess að fylla ykkur inn, sko, þá Stefán með Íslandsmetið í bekkpressu. Ég veit nema að lokaatriði sýningarinnar Stefán að taka smá bekkpressu. Þetta er búið. Já, þetta er búið. Einhver hérna sem tilbúin að deila með okkur? Einhverju sem stóður upp úr í mánuðinum, einhverju skemmtilegu áhugaverðu mánuðinum. Ekki öll í einu. Nei, bara einhverju. Bara eitthvað sem gerast í mánuðinum. Það var ómörkilegt. Lítið. Ok, við erum með fullan sal af fólki sem í fangelsi. Það var náttúrulega veður gaman hérna í síðasta mánuði og svo liði nokkru dagar og þá var komin nóvember og... Herðu á, já. Talandi veðrið, já. Þegar snjórinn hrundi af þakinu á húsinu okkar og fyllti svalirnar okkar. Já. Þannig að við komumst ekki út á svalirnar til að moka þeim og þá var bara við að vera að hlána nóttina. Já. Þannig að það hefði allt getað fyllst af vatni. Það hefði bara komið allt inn í svefnherbergi. Það var mjög áhugavert. Það var klifrað upp á svalir utanfrá og mokað. Á hvað hæð eru þau? Sem betur fer á fyrstu. Og snjórinn var svo hár að þú gast bara svona labbað. Já. En þau erum á fyrstu hæð, sko. Það þurfti stiga. Okay. Já, þau þurftu að taka alla snjórinn af sölunum svo það myndi ekki bráðna og leka bara inn. Inn í svefnherbergi. Já, Þetta eru svona baðkarssvalir. Nice. Á fyrstu hæð, já. Það litlu bakkar á fyrstu hæð. Ég meina spurningu. Þegar þið komist að því að þið þyrftu að fara út og klifra upp, hvernig svona hljóð gerðu þið? Ok, ég ætla að gera ráð fyrir að þú hafi farið og klifrað upp og mókað svalirnar. Fyrir ykkur sem sáðu ekki fyrir aftan, þá svona færðu þessu allir upp til hliðar og horfðu á hann. Og það kom svona svipur á hann eitthvað. Þetta er svona ekta moment þar sem að maður bara... Já, leyfum honum að svara. Já. Ég svo sem vanur öllu, sko. Ég dróð samt eldri strákinn minn bara með og út á svalir og mókað með mér. Það var frekar verið hljóð sem kom frá mér því ég sá son minn standa ofan á snjónum, upp á svölum, með 4 metra niður í garð og með svona Má ég spyrja þig, herra maður, hefur þú lagt þig á daginn nýlega? Blikkaðu tvisvar fyrir nei. Það er rosalega sjaldan fyrir. Já, einmitt. Það er aldrei vísa. Say no more, ok. Ok, ekki gefðu okkur. Einhver önnur hugrögg sál í þessum sal? Já, hendi, ég sé hana. Já, hæ. Hæ, sko, út á snjónum og vilt og hænurnar mínar ekki fara út. Hvað býrðu þið? Lína langsokkur í stáðu. Við 11 ára. Já. Það var svo mikið snjór og þeir vildi ekki fara út. Og ég skil það nú bara mjög vel. Það var það sem gerist. Hvað gerist ef það komast ekki út? Hvað sér ég? Hvað gerist ef þær komast ekki út? Þá það bara inni og það er að hægt á að fara að rífast og eitthvað. Bara eins og mannfólkið. En þegar þú segir að þær vilja ekki fara út, ertu svona einhvern veginn að reyna að mjaka þeim út eða tala við þær? Nei, samfara þær? Þær vilja bara ekkert stíga í snjóinn, þannig að ég verði þá að reyna að skapa þeim eitthvað skemmtilegt. Láta þeim hafa eitthvað að gera. Þannig að þú ert að segja við þær, nú fara út, herru, út.
og síðan það ekki til í það og þá þarf það að skemmta þig. Hvað er lítil Hamlet-leiksýning leikinn af kúklingum hérna hinum megin með vegginn? Sko, ég verði viðurkenna að þú nefnir Hamlet að við gætum allt eins verið að tala börnin mín, sko. Að þau vildu ekki fara út og ég reyndi síðan að fá hann út til þess að fara á Hamlet, sko. Og hann vildi það ekki heldur. Ég skil hann alveg sko. Ég á bók sem heitir Ráð fyrir kvíðna krakka. Það kannski virkar á hænuna hennar. Þetta óraunlegur ótti við snúin. Já. Ok, geggjað. Við reyndur að múta krökkunum til að fara út með því að þau gætu farið á Hamlet. Já, sko. Vildi þú vera inni, eða? Ég átti mig á því hvað þetta var skrítin setning hjá mér. Ég var bara að upplifa það sem þú varst að segja, að það væri bara eins og með mín börn, að það er erfitt að koma þeim. Erfitt að koma þeim? Já. Og að því að... eru eins og börnin hans Sindra. Ég er með bók sem heitir Ráð fyrir kvíðnar hænur. Ok, eigum við að klára þetta? Já. Þetta. Getum við ekki fengið eina sögu? Það var eina að koma. Við sjáum það lítið að það hendi hana. Já. Já, sem ekki hálfkan daginn, ég var að reyna að komast upp göttuna út úr göttuna sem ég bý, neðstinni. Og ég var komin hálfa leið upp eftir 7-8 tilraunin, þá bakkaði ég svona inn í, endaði með að bakka inn í svona innkestinni og kunnum nágrannar. Og hendaði svona þversum inn í innkestinni hjá honum, alveg fakkvæst bara spólaði. Og ég var á leiðinni sko að setja vetardekk á bílinn. Ég var á leiðinni fangaði. Og hundur minn var í bílnum og ég fer svo út úr bílnum til að setja sanddekkin svo ég kæmist út úr kistinni og gerði það nokkur sinnum og samt bílinn fyrir svona klikk. Þá sest hundur minn ofan á lyklana og ég læsi og í því augnabliki þá keyrir einhver svona bílinn sem er að moka og setja salthús framhjá. Ég læsi mig inn í bílnum. Já, það er svona sljóskap. Já, og hann miklar bílinn og í þeim tölu orðin þá kemur nágranninn á náttfötunum, þetta morgun náttfötunum út og svona hann greiðlega er á næturvaktunni eða hvað hann var að leggjast og hann sagði, jæja vina mín, þú veist, ég er með svona þessum. Öllu staður. Er ég sá eini sem er að hugsa á að hafa verið mjög heppinn að nú halda allir að þetta hafi verið hundurinn? Sem keyrði. Já, þetta var hann. Hann er læsturinn í bílnum, hvernig get ég hafa gert eitthvað? Þetta var svo mest eitthvað Bridget Jones-legt eitthvað scenario. Þetta gæti alveg verið byrjunin á einhverju romantískri gáð. Hann er nágrann svona lúmst myndalegur í svona klaufalegum skilningi. Er hann svona mjög sjarmerandi myndalegur en ekki alveg jafn sætur og hinn gæinn sem er dónalegur? Svona þekkir. Bara spá. Já. Frábært. Þeir eru ekki byrjuð saman svo satt. Það er mjög vænt að heyra frá þér eftir svona 9 mánuði. Ég veist ekki að ég verið ólétt. Það er komið gott tempo. Eina sögu viðbót. Einu viðbót. Ein loka, hvaða henni? Eitthvað lítið eða stórt. Já, hann er einn. Bara lítið ég lendi, sko, ég var búið í 40-samali, það er svo margt að gerast þessa dagana og allar helgar uppbókaðar og svona. Það var 40-samali. Humble brag. Nei, vel gert. Það er hjá öllum, skilja. Og 40-samali síðustu helgi skaraðist á við jólasamkvæmi í vinnunni sem var bara erfitt og bæði mjög spennandi. Kom í ljós að sko þetta var á endanum í húsum bara beint á móti hvort öðru. Þannig ég var svona náðandi báðum partíunum og var svona í einhverju bíómyndafíling, eða svona, ég var mjög spenntur fyrir þessu fyrirfram að hlá að hoppa fram og tilbaka. Var mjög myndalegur maður. Og fórstu, þú veist, á milli. Já, fram og tilbaka og fram og tilbaka. En varstu með, þú veist, svona á deiti með einni stelpu í öðru partíinu og annar stelpu í einu partíinu. Svona hlaupa alltaf á milli. Já, svona work-wife og... Já, frábært. Þetta er svona farsa, þetta er svona farsapartíin, sko. Og hvort var betra? Hvort partíð var betra? Hvort var betra? Ég var með skemmtiatriði í öðru partíinu
Þannig að allir voru að hrósa mér ef ég ekki það, það var sem skemmtilegt. Hvort var það fertugsammalið eða vinnustæðar? Það var í vinnustæðar. Megum við spyrja hvað skemmtiatriði var? Hvað segir þið? Megum við vita hvað skemmtiatriði var? Megum við sjá skemmtiatriði? Það var frumsamleg leikrit með fullt af kennaragríni í. Já, við höfum alveg tíma fyrir það. Já, þetta er ekki bara geggjað. Þetta er geggjað, já. Við erum svalirnar. Baðkarsvalirnar með skaflinum. Skemmtihænurnar. Já, hænurnar. Hænurnar. Sem þau var skemmtiatriði. Og það var... Og þannig að innkeyrslan. Hundurinn að keyra bíl. Prakkarahundurinn. Já. Og svo tvöfalt partí með skemmtiatriði. Takk fyrir fyrir. Ástin mín, getur þú komið með öndina? Já, ekki málið. Getur þú komið með öndina hérna út á svalið? Já, ég skil. Ég skil núna hvað þú talar. Hérna bakburstanum minn. Já, ekki málið. Ég hefði getað tekið þetta einni ferð, ég fatt það núna. Þú mátt fara onni bara því... Ég er búinn. Halló? Mr. Strætó. Mr. Strætó? Já. Það kemur annar eftir korter. Ekki vera að horfa á konuna mína í baði. Hún er bara við Strætó, þetta er fyrsta hæst. Já, þið segið þetta. Öll sem eru hérna að bíða fyrir utan. Við baðkar, þetta er samt baðkarið okkar, þó svo þessi strætóstoppustu. Ég var bara að missa Strætó, sko. Ekki að horfa á konuna mína. Þetta er allt í lagi, slaka á. Í Netto. Þau eru á Netto. Það er lind að loka, það er nýtt að loka. Veistu hvað? Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að þú neytið þess að láta horfa á þig í baði. Nei, alls ekki! Jú. Mér finnst þetta er bara praktískt, náttúrulega, að setja upp með baðkar á svölunum. Best að drífa sér Netto. Já, bye! Það kemur eftir svona 14 mínútur. Þú þarft ekki að segja okkur hvert þú ert að fara. Nei, ég er bara að bíða eftir Strætó. Ég skil. Ég er að fara í atvinnuviðtal. Frábært. Hvert að fara? Íslenska erðagrein. Nei, já, frænka mín vinnur þar. Það? Já, manstu Sigga. Frænka mín, já, hún er í mötunni. Sigga tú? Já, ok. Mér finnst nú eitthvað óþægilegt við að þú sért að smóltokka við... Bíddu, í mötuneytinu? Já. Er hún kokkurinn? Já. Sigga Búbú? Já, Sigga Búbú. Oh my god, hún er að vera að taka mig í viðtal? Nei. Þannig þú getur sagt mér eitthvað um hana? Já. Oh my god, Sko, í fyrsta lagi ekki horfa á bóluna á hægri kinninu. Ekki horfa á bólu, ok, æði. Viltu hárnæringu? Já, oh my god. Halló? Blessaðu gamli, heyrðu, ég er aðeins að spá. Já. Ég veit ekki hvort þetta hvort ég er eitthvað að vera paranoid en kona mér er alltaf að fá menn sem eru að bíða á strætó og stöðu upp í bað til sín. Er ég að vera eitthvað overprotective eða? Hey, bróðir, þú mátt alltaf tala um mig, bróður þinn, þegar þú ert í vandræði með konuna þína. Klimmum heilt hans, koma í honum. Hver er í símanum? Bróður með hinn, sko. Ok. Atvinnuviðtalið voru að horfa í augun á manninum. Ok. Ég er að díla við eiginlega sama hlut, verð ég að segja, sko. Þetta snýst þetta bara getur þú treyst konunni þinni? Herru, er hún með eitthvað ókunnugan mann í baðinu hjá sér? Já, hann er að fara í atvinnuviðtal. En hann var náttúrulega bara, þetta hentaði nú ágætlega, hann var bara á strætóstoppistöðinni en þú ert að gera þetta líka. Já, ég er að gera þetta líka. Sigga. Fyrir þau? Sigga vinn okkar, hann er með eitthvað að teka á þetta. Já, hringjum í hann. Í hópsímtal. Klimm heiti Sigga. Siggi? Já. Við vorum í bræðinni, sko... Hvað er hinn bróðið minn? Hey, brósi. Ég ætlaði að fara að hringja, ég ætlaði að spyrja að það er... Er það konumálega? Já, það er 15 manns í baðinu. Við erum allir að fara í atvinnuviðtal. Já. Ertu Ertu með eitthvað
Kannski kemur bara yfir, þetta er það raðhús þar sem öll húsin eru skipulöð eins, baðsvalir. Komdu bara yfir, við getum kannski kíkt í bað bara. Eða eitthvað, eða... Það er alltaf ekki hægt að fara í bað hjá mér. Nei. Jæja, þá er ég búin að útbúa fullkomna dagskrá fyrir hænurnar í dag. Æðislegt. Við þurfum að fá þær út. Já. Þannig við byrjum á að þú spilar á trommuna, Já. ég spila á flautuna, þá ættu þær að koma út og elta okkur. Ok. Og svo förum við með þær út á tún og það er leikhópurinn Lotta. Æðislegt. Og leikhópurinn er að bíða eftir þeim og ætlar að taka bara svona engagík. Það er hljóta að koma út í þetta skipti. Það er verða bara að fara að hlusta á okkur. Ég veit það, þær eru búin að vera, ég hef áhyggjur af þeim. Ég veistu. Það er svo lengi inni og þetta er bara þungu vetur og og það er einhvern veginn að byrja. Já, ég er tilbúin. Þetta er trommuna. Já, ég er markaðsstjóri Borgarleikhússins og ég fekk hérna tölvupóstinn um að leikhópurinn Lotta hafi ekki verið nógu eitthvað svona krefjandi túlkun á bangsjumón til þess að vekja athygli að hænana. Nei, það er bara, þetta var ekki nógu ögrandi. Nei, sko, það er svolítið erfitt að setja upp Hamlet annar staðar en í Borgarleikhúsinu. En fyrir rétt verð getum við náttúrulega alveg fært leikmyndina eitthvað. En það væri kannski líka bara ákveðin áskorun fyrir þær að koma labbandi hingað. Já, til ykkar ef við getum algjörlega. ekki á móti nokkrum hænum í sækvöld. Mér finnst þetta ágætt, en ég verð að segja samt, þarf ekki að virða aðeins texta meistarans? Þetta er nú ansi svona hot take. Það er einhvern veginn búin að skrumskæla einhvern veginn, leikmeistarans. Eitt er nú að færa að nútíðinni. Já. En annað er að búa til glænýtt leikrit. Og hvað? Nei, ég meina auðvitað, sjálfsagt að breyta aðeins textanum, en þarf alltaf að vera vók. Lina, má ekki tala of hátt í líku. Já, byrgjum. Mér fannst það betra í uppsetningunni hjá Vesturporti. Já. Mér finnst það nektin alltaf góð. Já. Þú ert perverti heila. Já, perverta hæna. Já, eða þú veist, ég meina ekkert illa, en þú veist eina hænan sem ég þekki sem að örfast af mönnum. Ég bara, stelpur hérna smá. Ég horfi nú ofta á örvandi efni, en ég stoppa við hanana. Ég fer ekki að horfa á aðrar skepnur eins og menn. Sem er reyndar spurning sem ég hef búin að vera með fyrir þig lengi. Hvar ertu að ná þér í örvandi efni? Já, þetta er bara spólundar í Hagum, herra Hani. Hæna, fyrir ekki hæna, sorry, ég segi ekki með. Ég skil ekki alveg spurningur, hver er þetta að leita? Ok, já, þú ert komin hérna í bókabúðina. Já. Eina bókin sem ég er með hænum er matreiðslubók. Ég er býst við að Eva, eru einhverjum svolítið spæsi hlutir að gerast þessum matreiðslubók? Já, velkomin hérna í einu bónusvídeó sem er ennþá starfandi. Ég held að myndirnar sem þú ert að leita að eru hérna bak við tjaldið. Já! Þögn á setti, ok, við ætlum að skjóta. Það er markaði fyrir þessu. Það er pípulækningahæna að koma heim til hana. Og við erum að vonast að þau fara að ríða og við verðum einhvern veginn að blokka þetta, sko. Já, þú ert að tala við krúið. Ég er að tala við krúið, ok, ég get ekki talað við hægnar, já. Náðu góð hljóði. Ég meina, það er einhver helvítis markaði fyrir þessu. Viljið þið fá eggin? Viljið þið fá eggin inn á sett? Egg? Nei. Alls ekki. Það er heldur þú að það er að gera? Það er eins og sért að koma með túrblóð á sett á vennilegri klámi. Ég voru að segja að það væri markaður fyrir þessu. Það er markaður fyrir að hænum að ríða hana, ekki? Hver hefur þú að markaður fyrir sig? Ég held að það væri markaður fyrir hönum að ríða hænum og frjóka egg og svo sjáum við eggin. Ég held það. Það er ekki, þú skal klámir ekki. Oh my god, ég heyrði að þú voru eina mannskjörn á landinu. Ég er að leita mjög sérstökum myndbandi. Hæna og Ég er með þetta.
gaman, Halló, hæ, ekki tími á skemmtiatriðum mitt eftir smástund? Einmitt, ég er bara... Ertu veikur? Nei, ég er aldrei liðið betur. Ég er tilbúið, við erum með hérna stóra kennaraleikritið. Já, hann er að gera það einn. Jú, ég ætla aðeins að skjótast að pissa bara núna. Halló! Klárar ekki söguna? Hvað kom fyrir? Já, brjóstahaldurinn var í skottinu allan tíma. Ég er með eina spurningu, hvað í skottinu er búin að leika að... Ég var ekkert alveg ykkur brjóstahaldura. Nei. Peskallinn. Peskallinn, já. Hann var í hanskahólfinu. Ég þarf aðeins að fara að pissa. Ok. Hæ, ástu mín. Ertu að fara að guppa? Nei. Já, það ættir að segja hvað brjóstahaldurinn var. Já, en atriðið, þú ert búin að Já. Kennaragríni. Einmitt. Þetta er leikritið venjulegu dagur í verslunarskólanum. Ég er bara að vinna á skrifstofunni, og hérna, krakkarnir koma inn, halló krakkar. Þetta er svo gott. Ég þarf aðeins að fara að pissa. Já, nei, meira Hæ, Ásta mín. Hæ. Veitu, af hverju ertu með hérna varalitinn? Ég er með rauðan. Ég sett hann á sjálfur. Við erum rosa spennt fyrir leikritinu, 40 ár með Palla. Já, ég ætla að setja upp heilt leikrit, 40 ár með Palla. Já, fyrir fertugsafmæli. Fyrir fertugsafmæli, einmitt. Hæ, ástu mín í alvöru. Hérna, ég er bara hérna í... Af hverju þurftu að segja í alvöru? Hérna, ég þarf að fara að pissa. Ég hitt á mannelskan. Við þurfum að koma á sjúkrahús. Nei, ekki taka mig. Það er akkur sjúkrahús hérna við hliðina á. Ekki taka mig. Það er bara slísur utan. Nei, það er sjúkrahús. Nei, bíddu, má ég tala við þig? Af hverju megum við ekki taka þig? Ég er í partíi. Við förum bara upp á sjúkrahúsið. Já, þú ert með nokkur brotin bein og hérna, þú ert alltaf einn hérna. En þú ert með hérna 2 svona neyðarnúmer, annars vegar alvöru... Vil að hjálpa? Já, ef það er á vinnutíma þá hringir ég þetta, ef fyrir undan vinnutíma þá hringir ég þetta. Ég þarf í alveg svolítið að pissa. Hvar er hérna Grafavogur 3? Við erum í Grafavogi 2, þetta er bara hérna við hliðina. Ok, við hliðina á? Bara það. Þetta er nýji þjóðarspítalinn. Velkomin að Grafavogi 3! Það er í partíi þetta. Já, einmitt, það er þetta í gangi. Já. Vá, bara búningur og allt. Vá, slasaði kennarinn. Slasaði kennarinn í mig. Jæja, gjör svo vel. Já, hérna, bara venjulegu dagur hjá kennara í Vestló. Akkur er karakterinn komin í svo mikið að gifs? Ring. Afsakið. Já, allt í góð. Halló? Hæ, þetta er Nonni hérna. Já, hæ. Veitu, ætlaði þú ekki að koma í steggjununa? Fuck! bíllinn er bara einhvern veginn alveg pikkfastur. Hæ, dama. Hæ. Vá, veistu, þetta lítur svolítið skringilega út, sko. Bíllinn er alveg fastur hérna. Veistu hvað, það er ekkert skrítið nema það að ég hef aldrei séð þig áður. Það er eina sem er skrítið. En hérna, hefur aldrei séð, ég er hérna býð bara hliðina þér. Ó, þetta er ég, Salka Jóns og... Já, ég sá þig ekki, ég var ekki með gleraugun mín. Vá. Já, herðu, bíllinn, hann er læstur. Hæ. Skvísa. Ég er yfirmaðurinn. Sjáumst. Þetta er það sem ég fíla þegar allir menn eru svona svolítið dónalegi við mig á svona mínum hérna... Ég er alltaf að segja við þig. Heima og... Bruno, hann komst inn í bílinn og læsti sig inni. Já, mér langaði svo að tala við þig og ég er búin að... ég er búin að sjá þig oft áður og yfirmaðurinn, hann er ekki góður gaur og guð, hundurinn er að kafna í bílnum örugglega. Ekkert, þetta er allt í lagi. Svona, hann hefur
andur núna, hvað varst að segja? Nei, ég var bara að segja... Andunargat, þú veist, hann geti braut rúðuna svo hann geti andað. Bruno. Sitt. Hann sitjandi. Já. Nei, ég ætla bara að segja... Þú ert svo heillandi kona. Já, takk, veistu, það haldi einhvern veginn allir alltaf í sig höslaða og meira sér hundurinn minn líka og... En sko, þú veist, ég er bara venjuleg kona. Já, sem dýrlæknirinn þá verð ég að segja, já, hundurinn heldur að þú sért að hösla. Já, það er bara að segja það allir líkamstjáningunni hans, hann heldur að ég myndi vera aðeins bara, þú veist, bara hlýðari við hann en þú veist ekki á svona höslarfið. Ótrúlega skrítið. Já, ég bara segja, þú bara hagar þig kannski aðeins meira bara eins og gærildur eigandi, þú veist, þetta er... Hann sagði bara... Já. Þetta er algjört vandamál, sko, þetta er algjört vandamál. Ég vissi það, ég einhvern veginn bara, þú veist... Ég elska menn, þú veist. Ok. Og alls ekki, þú veist, ég elska líka hundi minn en bara mjög venjulegan gæludýrslegan hátt. Ekkert mál, ég meina, sumir lifa bara eins og við segjum rómantískri gammynd, sko. Það er bara þannig. Og hundurinn er ekki í þeirri rómantískri gammynd, en bara, þetta er bara algjört sem þetta gerist. En herra læknir... Heyrðu, hérna, hamsturinn minn er búinn að vera eitthvað leiður upp á síðkastið. Ég veit bara ekki hvort ég er búinn að vera að hösla nóg eða... Já, hann heldur sem sagt að þú veist að reyna með hann. Já. Já. Þú sér það greinilega á hamsturinn. Hann er, heldur að þetta sé einhvers konar rómantískt samband sem þú ert að reyna að stofna. Á ég að gera meira af því eða? Nei, ég myndi minnka það. Þú ert búinn að vera að gera það? Já, kaupa blóm og konfekt og eitthvað svona. Ok. Þannig að þú lítur á hans rómantíska félag? Nei, bara ég held að það væri, þú veist, bara svona gott fyrir heilsun hans. Já. Ég og kærustu og allt, sko. Ok. Þannig að bara... Góðan daginn, dýralæknir. Góðan daginn, kúni. Ég er með fullt af hænum og þær hafa ekki viljað sjá mig lengi. Ég er að velta á ég að reyna meira við þær eða minna. Þær hafa ekki viljað reyna að sjá þig lengi. Þær vil ekki koma út. Þið vil ekki koma út? Já, þær eru bara inni. Einmitt. Og ég er að hugsa þetta, Já. Ég kom ekki með þér, ég hugsa að ég geti bara að tala við þig. Ég held að hænurnar sé að reyna að hætta með þér. Ég held að það sé að reyna að hætta með þér. Ég held að það sé bara... Það eru sem sagt að segja, þetta er ekki ég. Nei, þetta er ekki þú, þetta er ég. Og það er að segja það Já, og það er alltaf að segja, ef við hættum ekki saman, þá mun ég örugglega drepa þig. Já. Guð, þetta kemur mér bara virkilega óvært. Þetta er skrýtnasta hænuklám sem ég hef hort á. Heiðu, Pétur, nú kemur þú með pappa og við förum að tæma svalirnar á snjó. Hvernig líst þér á það? Pabbi, það er æðislegt. Loksins þá getum við átt sameiginlega stund ég og þú. Ok. Bara samverustund við bara feðgarnir, skiljum. Ok, það er, þú veist, ég veit ég hef verið í burtu mikið. Já, bara ég hef ekki séð þig í 2 ár. Ok. Ég er til í að móka svartna. Já, ok. Bara ég og þú, pabbi. Ég og þú, áfram veginn. Og ég er kannski búin að vera svona fjarlægur faðir, en núna förum við á... Minna skópla, pabbi. Ástu mín, ég sé núna að þetta er orðið greinilega stórt vandamál hvað ég er búin að vera lítið til staðar fyrir þig. Já, ég held sko, ég vissi bara að þú væri á lífi ennþá bara fyrir 3 árum. Já, mamma einhvern veginn, hún sagði mér að, jæja, förum alltaf að móka. Ok, við þurfum að díla við þetta. Herðu, faðir þinn er lifandi. Fyrirgefðu að ég sagði að hann væri dáinn. Býttu aðeins, mamma. Hey, Jack, I gotta go. Hvað ertu að segja, mamma? Þú varst bara að hætta í síma... Nei, ég var í tölvunni, maður. Ég var að segja, hey, Jack, ég var að tala að allir strákarnir var á línunni. Já. Þeir heyrðu þetta kannski, ég get, já, ég seg... Nei, bara faðir þinn er búinn að vera í... Pétur, hvað? Strákar, pabbi er á lífi! Pabbi er á lífi! Ó, hvað er hamingju, Pétur? Þú erum að vera svo sem hún leiður yfir þessu. Ó, ég er svo ánægð, maður. Ég get einnig að fara að lifa mínu lífi núna. Hvar er hann? Mamma! Hey, Jack, wait! Mamma, hvar er hann? Hvar er pabbi? Ég veit ekki alveg hvar hann er, en hann kemur líklega eftir 3 ár. Hey, Jack! Hann kemur eftir 3 ár. Ég skil ekki alveg meira, en við getum hægt að leita núna í tölvu heiminum. Strákar. Já, við vorum að leita pappa hennum í tölvu heiminum og fundum hann ekki. Skrítið. Já, mamma, ég sá þarna sko bréf undir rúmi hjá þér sem stóð ég frá pappa sem stóð ég er farin, vittu mín fyrir handan.
Þannig ég held að vera að tala um tölvuheiminn. Ég þarf að yfirgefa fjölskyldun mína. Ég gefa konunni minni góða vísbendingu með litlu bréfi. Ég farinn, vittu mína handan. Þetta verður nóg skýrt svar. Skellir sér í rúm. Næ, bakbókan. Læt hring utan dag eftir 3 ár á dagatalinu. Halló heimur. Störukeppnin heldur áfram. Hann hefur notað rússneska bragðið. Við höfum ekki séð þetta síðan 97. Magnús hefur borðað mikið af gúrkum í dag sem hefur hjálpað gríðarlega mikið. Þetta er... Og það gamaldags ljósmyndari að taka með. Og við erum að sjá feneyísku vörnina hjá Magnúsi. Það er gott að maður þarf að vera kjurr á svona myndum í mjög langan tíma fyrir ljósmyndara. Og við munum sennilega núna fara að sjá annað að brotna. Þetta er típist nummer 1. Dómarinn er byrjaður að nota færeysku blekkinguna. Þessi útsending er í boði með tali með Hemma Gunn sem er á annarkvæmt 50 dag í sjónvarpinu. Nei. Við erum líka í boði svona mjög sérstaks típu af svona hænstaklámi sem... Nei, ég get ekki meir! Já, það verðum við sigurvegara! Það er Rósin! Takk fyrir, góð keppni. Drengileg keppni. Ég verð að spyrja, hvað var það sem fékk til að krakka? Það voru lýsendurnir. Já. Jæja, til hamingju, hjartanlega. Í tilefni dagsins þá langar mig bara að flytja eitt af mínum kærkomnu ljóðum. Hér stara þeir tveir. Tveir stara saman. Ég vona svo mikið að þetta ljóð enda á sósa. Ákaflega stara þeir langt áfram á hamborgarunum er sósa. En nú ætlur hún að flytja einmitt sigurljóðið sem hún samdi í úrslitum við manninn sem við sáum í síðustu viku. Þetta er algjörlega negla að sömu höfustæðir og stuðlar, gjörðu svo vel. Fuglinn flýgur hátt og blátt. Vegir hans blaka gjarnan. Ég hlakka svo mikið til á eftir þegar það kemur að því að hún segir sósa. Oftast finnst mér Geysir frjósa. Á vörum mínum er sósa. Já, þá er það bara þú ætlar að flytja ljóð, var það ekki? Sem annað sætið, alltaf þeir sem eru í öðru sæti í störukeppni eiga að flytja ljóð. Já. Er ég þá búinn að vinna? Nei, þetta er nú bara... Já, báðir keppendur eiga að halda. Svo má ekki gleyma verðlaunagripnum, en það er frjóðgað egg. Takk fyrir! Kæru vinnir og félagar og aðrir velunnarar þessarar sýningu. Takk fyrir komuna, þið voru frábær. Þetta var síðast sýningin í ár. En hérna, gefið ykkur gott klapp og takk fyrir komuna. Sjáum seinna!